Amen. Þykir allt svo vant þetta lag. Þetta segir allt sem þeir segja þarf. Heyrðu, mig langar að lesa fyrir ykkur hérna í bókinni Drottinn kemur eftir Ellen White, sem einn af mínum uppáhaldsrithöfundum. Áður en ég lesi í orði Guðs. En það segir hér í þessum orðum: Taki hjálm hjálpræðisins og sverð andans sem Guðs orð. Við vitum að það hættur og freistingar sem verða á vegi æskufólks í dag eru ekki fáar eða litlar. Við lifum á því skeiði söguna sem gerir þær kröfur til okkar, að stöðugt sé vakað og beðið ef standa á í gegn hinu illa. Hið dýrmæta orð Guðs staðall fyrir æskufólki sem vill vera hlýði konungi himnanna. Það ætti að rannsaka ritningarnar. Það ætti að læra utanbókar hvert versið eftir annað og leita eftir þekkingu á því sem Drottinn hefur sagt. Og þegar reynslan kemur, ætti unga fólki að ljúka upp orði Guðs og leita Drottins með auðmjúkum hjörtum og í trú og biðja hann visku til þess að rata hans veg og styrk til þess að ganga eftir honum. Langar aðeins að segja ykkur, ég lít alltaf á þannig að þegar hún að tala unga fólkið, og vissulega hún að tala unga fólkið, en ég lít alltaf á sjálfa mig sem unga miða við eilíðina. Ég er bara unga barn miða við eilíðina. Mynduð ekki segja það, vinir, að þið væru bara mjög ung miða við það? Og ég tek þennan boðskap til mín, alveg eins og unga fólkið, það yngra, ætti að gera. Unga fólki ætti að hefja stríð gegn hverri venju sem hefur í sér fólgna minnstu hættu á því að leiða sálina frá skyldunni og helguninni. Það ætti að hafa fastar, ákveðna tínir til bæna og aldrei vanrækja þær þegar hægt að komast hjá því. Ef það gengur til orustu með spilltar venjur eins og áður en þau játuðust undir samfélag við Krist, munu þau fljótlega falla fyrir tálsnörum Satans. En hertíð orði Guðs, eftir að hafa lagt það á hjarta og huga, munu þau koma ósködduð út úr öllum árásum óvinnar Guðs og manna. Í nafni Guðs, lyft upp hermerki þínu með sannleikanum og réttlætinu, boðorðum Guðs og trúnni á Jesú. Þú þarfnast fullkominna hertíja sannleikans núna. Sverðs andan sem verður eigi deykt, heldur mun skera sér leið gegnum synd og ranglæti. Þau ættu að taka orð sannleikan sem ráðgjafa sinn og öðlast hæfni í að nota sverð andans. Satan vitur foringi, en hinn auðmjúki og helgaði hermaður Krists getur sigrað hann. Þetta svo mikill sannleikur í þessum orðum. Og svo hérna það sem að Páll skrifar í Efesisbréfinu í 6. kaflanum og 7. kaflanum og versi 10, að það segir hann: að lokum styrkist nú í Drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpnið Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögðs djöfulsins. Það ekki akkurat það sem við erum að sjá í dag? Það vélabrögð djöfulsins allstaðar. Því að baráttan sem hér eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveri vonskunnar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Og svo segir hann: standi því girtir sannleika lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins, réttlæti Guðs, og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Takið umfram allt,
skjöld trúarna sem þér geti slögt með, öll hinn andlegu skeyti hins vonda. Heyrðu þetta, vinir. Takið skjöld trúarnar og þannig getum við slögt öll, ekki bara sum, heldur öll hinn eldlegu skeyti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andan sem Guðs orð. Gjörið það með bæn og beiðni og biðjið á hverju tíð í anda. Verið þið árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilögum. Sem segir okkur, vinur, að við þurfum að vera dugleg, eins og ég oft talað að biðja fyrir hvort öðru og biðja fyrir trúsískinum okkar hvar sem þau eru. Að við erum alltaf, óvinurinn hann ekki að stressa sig á þeim sem að taka ekki á móti Kristi. Hann upptekinn af okkur sem að höfum tekið á móti Kristi og hann vill berja niður allt okkar þrek og þrótt og gerir allt til þess. Þannig að við erum að vera dugleg að umvega hvort annað með bæn, ef ekki annað. Þetta langar mig að deila með ykkur í dag, vinir.